Hér vorum við komnir síðast, stýrrás með Unity eins og Transport, það var það sem við fórum í síðast og við förum núna í stýrrás með AC-rásinu TCA 785 já og skoðum að dæmi hérna og síðan í næstu viku þá próf úr 13, úr verkefni 13 og 11 það úr týrstórunum það hérna þetta mælingaverkefni 11 sem við tókum fyrst það sérst við fórum í afriðuna og með spennustýrlinum þannig að það kemur eitthvað dæmi með því og 3 fasa afriðuninni og hitt efnið týristór í rás og þess að hvernig við hérna förum að því að slökkva á þeim til dæmis og ýmislegt varðandi týristórum. Þannig að þetta verður megin uppistaða svona efnisins í prófinu 13 og 11. En þá bara að skella sér í þetta verða einhverjir útreikningar já og einhver smá lýsing á virkni eins og þið hafið vanist úr öðrum áfengum eins og rafeindatækni 100. Já, rafeindatækni 100 þar líka 3 fasa afriðun og hálfbylgju afriðun og heilbylgju afriðun en við erum með heilbylgju. Já, þið fóru djúpt í útreikninga á heilbylgju afriðun og hálfbylgju afriðun. Það alveg klárt. Og hérna þannig að við skoðum aðeins hérna af því að þeir eru einhverjir byrjaðir að taka mælingar með þessari rás á plötu með púlsspenni og týristór það hérna þannig að í 14. verkefninu þá byrjum við náttúrulega á Unity Transport rás en síðan tökum við fyrir rásina sem að heitir TCA 785 og hún tengd svipað eins og þessi rás hérna því að hér komin púlsspennir við hana. Við tengjum sem sagt 15 V spennugjafa inn að rásina og þetta liður 2 í 14. verkefninu og það eru flestir búnir með lið 1 sem stýrirásin með Unity eins og Transport búin að taka mælingar þar en síðan tengjum við þessa rás hérna og í lið 2 og þar erum við að skoða hvernig hún vinnur hvernig hún hérna skynjar núllpunktinn og fer að því að senda út stýripúls alltaf á sama tíma hvort sem að jákvætt jákvæður hluti riðbylgjunnar eða neikvæður það reyndar við erum bara núna að stýra af því að við erum með 1 týristór þá erum við bara hérna að stýra jákvæða riðhelmingnum og við skulum aðeins þá skoða það voru einhverjir búin að taka mælingar með sveiflusjá í þessu og þannig að þetta í rauninni svona AC-rás sem stýrrásin byggð í kringum og aðferðin sú að það búin til sagartannaspenna sem að núlluð þegar að riðspennan fer í gegnum núllpunktinn
og hún búin til sem satanaspennan mælist hérna á pinna 10 og við skulum skoða hana hérna í mynd, þessari mynd hérna næstu. Ef við viljum vita hvað þetta í bókinni þá þetta á blaðsíðu 21 þessi mynd hérna, mynd 5:17 og þið voruð að skoða sem sagt satanaspennuna og þessa stýrispennu. Við enduðum þar, einhverjir af ykkur, og það ágætt að vera búin að kynast í að hérna hvernig þetta vinnur, en sem sagt við þurfum að vita, við getum ekki hérna gert þetta nema að vita nákvæmlega hvenær reiðspennan fer í gegnum núllpunktinn, og það gert með ákveðinni aðferð, það með 2 díóðum sem ég sýni ykkur bara eftir augnablik, og þegar að spenna fer í gegnum núllpunktinn þá fer það inn á IC-kubbinn líka og þar það skynjað og þá sagatannaspennan, sjáu þið hérna, hún núlluð. Það þetta sem afhlæðið hérna snögg. Þetta bara ýkt hérna til þess að sýna að það einhver gott tími hérna, en svo byrjar sagatannaspennan aftur að rísa, og þar sem við erum staddir með stýrispennuna hérna hefur áhrif á hvenar við fáum púls inn á dýrstórinn, og eins og hérna þegar að við byrjum að skoða þennan punkt hérna þar sem að stýrispennan og satanaspennan mætast, þar verður til þess að púls út úr pinna 15 fyrir jákvæða reiðhelminginn, og þess vegna fáum við dýrstórinn í leiðinni þar. Ef við verðum með stýrispennuna hærri þá kæmi stýrispúlsinn seinna, sjáu, því að þá þessi beinalína, ef hún ofar á sagatannarspennunni, skiljið, þá kemur stýrispúlsinn seinna í reiðbylgjunni, bara hérna kannski, og þá myndi stýrispúlsinn ekki koma fyrir einhvers staðar hér, og þá fáum við minna ljósaperuna. Já, og hérna þannig að ef við segjum það að bara það, þið áttu ykkur á þessu að þetta öfugt hlutfall hérna á stærð spennunar, fer ekki pennin í gang, þá verður að hérna, láta hann vera, og en að sé öfugt hlutfall hérna, þannig að ef við erum með, ef segjum að hérna stýrispennan sé frá 0 upp í 10 volt, bara einfalt, að ef að stýrispennan sem næst 0 eða bara í 0, þá fáum við stýripúls eins snemma eins og hægt en það náttúrulega alltaf einhver innbyggð senkun í rásinni að fá þetta út í gegnum púlspennin og allt heila klappið. Já, þetta opnunargráðan sko frá 0 punktunum og þar til við fáum púls til dæmis út á pinna 15 fyrir jákvæða reiðhelmingin. Og við erum bara að nota pinna 15 þarna í þessu mælingaverkefni í lið 2 þegar við erum með mynd 5:20. Því að það bara einn týrþór í rásinni og við erum bara að nýta jákvæða reiðhelmingin. Þannig að lág stýrispenna, það gefur okkur púls mjög snemma, en ef við hækkum stýrispennu hérna upp í hámark, þá fáum við púlsinn seint og þá fáum við lítinn hluta af reiðbylgjunni, bara hérna smá brot af reiðbylgjunni yfir peruna, og við getum náttúrulega slökkt á ljósinu með því að fara með stýrispennu alveg upp fyrir eða alveg upp í toppin, þá fáum við aldrei púls. Ef við förum með örlítið hérna upp fyrir kannski, þá kemur aldrei púls, eða þá kemur púlsinn kannski allt og seint sko. Ef maður sker hérna alveg upp í topp, þá bara spennan komin í 0 og þá bara slökkt á ljósinu alveg.
Já, svo þegar þegar að stýrispennan kemur aðeins hérna niður fyrir, þá fáum við smá týru á peruna og síðan lækkum við stýrispennina inn, þá fáum við alltaf samanburð hérna framar og fáum meira og meira ljós á peruna. Þá nýtum við alltaf meira og meira af rauðbylgju hlutanum yfir álagið. Þannig virkar þetta. Og rásin sem sagt þessi hérna og við sem sagt erum að bera saman þessa spennu hérna sem við fáum frá stillanlega mótstöðu RF1 hérna, þarna stillum við inn á 11 stýrispennuna sem bara bein lína sem sjáum á sveiflusjá, en í 10 þar erum við með sagatannaspennuna. Og svo að 0 skynjunin, það þessi aðferð hérna að nota 2 díóður og tökum hérna spennu frá fasa L1 gegnum 220 kΩ mótstöðu inn á 5, við fellum spennuna mikið niður, þannig að tengingin á móti á díóðunum kemur frá 0 sem jafnframt mínusin á spennugjáfanum. Þannig að við fáum aldrei hærri spennu hérna inn á pinna 5 heldur en pluss 0,7 volt annars vegar og mínus 0,7 volt hins vegar. Þarna erum við að fá sem sagt þreifun á spennunni og þarna með því að tengja þetta inn á pinna 5 þá setjum við það sem sagt, ef við skoðum hérna myndina á blaðsíðu 20 þá fer þetta hérna inn á pinna 5 á rásinni inn á svokallaða 0 skynjun og þá fer þetta inn á samhæfingarrás á 0 og sagatannaspennu, þannig að við nullum, við sem sagt tökum spennuna niður þegar að þessi rás skynjar það að spennan fer gegnum núllpunktinn og þá hérna getum við borið saman með þessari samanburðarrás hérna stýrispennuna og sagatannaspennuna og fáum þá merki hérna inn á rökkráseininguna þegar að þær spennur eru jafnstórar, þá fáum við merki hérna inn og þar gefur okkur þá púls inn á 15 fyrir jákvæða hlutan en púls út á 14 þegar að neikvæða spennu í gangi. Þannig er þetta mjög einfalt og þægilegt. Svo hefur við eftir að kannski skoða hvernig við gerum þetta með Arduino stýringu, en við gerum það ekki núna og þetta efni er ekki fyrir næsta próf, skilji. Við verðum að taka þetta núna vegna þess að í næsta verklega tíma þá erum við á fullu og kafi í þessari rás að taka mælingu og skoða hvernig álagið lítur út. Þannig að hérna þetta er síðan svo bara spurningum að velta okkur upp úr einhverjum dæmum og hvernig getum við síðan nýtt þetta betur heldur en bara tekið jákvæða hlutan. Jú, ef við notum líka púlsinn frá útgangi 14 fyrir neikvæða hlutan þá getum við verið með 2 púlsa sem sagt hérna er púls frá 15 hérna ofanverðu, hann fer inn á hérna, C og D á já það er C, það er stýriskaut á þyrstor og A fer líka inn á stýriskaut á þyrstor og þannig að þá getum við nýtt bæði jákvæða og neikvæða riðhelmingin. Þannig förum við að því og hérna erum við þá með kraftrásina þar sem að við tengjum þetta saman og það er kannski gott að skoða þetta í samhengi hvernig þetta gerist að A og B kemur hérna inn á stýriskaut á móti katóðu og C-ið tengist inn á hitt stýriskautið, þannig að hérna erum við með
brú og hérna erum við að stjórna spennunni frá 0 og upp í einhver ákveðna spennu, kannski 205 volt ef að við erum með 230 volt inn það bil. Spurning hvort ég á ekki hérna einhverja mynd af þessu bara beint sem að getur, já, það var hérna dæmi 21 líklega hérna sjáum þetta sennilega saman. Já, tengist bara þetta saman þannig að hérna getum við hraðastýrt jafnströmsmótor með því að tengja hérna A hérna inn á og B frá púlspenninum. Þá erum við að stýra þessum týrstor vinstra megin í brúnni. Þetta bara venjuleg afreiðisbrú en hún er stýrt vegna þess að við erum með 2 týrstora og við getum ráðið því alveg hvort að við höfum týrstorana hérna ofanverðu á móti díóðunum að neðanverðu eða öfugt að við erum með týrstorana hérna að neðanverðu og díóðunar ofanverðu. Það alveg hægt að ráða því en það ég held að gangi nú kannski síður að vera með sitt og hvað en allavega annarkot ofanverðu eða neðanverðu þannig hérna virkar þetta allavega með þessar tengingar hjá okkur og þá þyrftum við að vera með B og D þess að B þá fær það í katóðuna á neðri og D tengdist þá í katóðuna á neðri týrstornum eða við verðum með týrstornum á neðanverðu. En þannig tengist þetta saman, sjáu þið. Er þetta nokkuð óljóst? Við erum með fasta segulmögnun á mótornum hérna, afhaldsvafið hérna, bara beintengt frá brúafreiðli, 4 díóður. Við fáum ekki bara afreiðin hérna beint inn á segulvaf og mótorinn fengi bara stöðuga seglun en síðan myndi stjórna strömmnum með því að stilla spennuna frá brúnni, þessari brú, í gegnum snúðrásina. Og já, þetta getum við gert. Við getum tengt svona einhvern mótor hérna inni, til dæmis. Allavega tengjum við peru við svona rás sem er mjög svipað þessari. Ok, þannig að í viðbót við þetta, við svona rás, þá getum við líka stjórnað riðströmm með því að vera með 2 týrstora í öfugri hliðtengingu. Sko, ertu að spyrja hvað segir þú? Hérna, þessi 2, já. Er þetta þessi sem er 10 og 10 á vinstri? Nei, þeir eru ekki hérna. Nei, þeir tengjast. Nei, transistor. Já, þetta eru transistorar. Nei. Transistorarnir eru í rauninni bara til þess að magna upp strauminn sem sagt í gegnum forvafið á púlsspennu. Því að við hérna erum kannski með aðeins stærri týristora hérna í rásunum og þá er hérna svona 2 atriði varðandi þessa púlsspenna hérna. Þetta er svona brúnir kubbar í sig rásinni. Þeir eru með aðskildum vöfum. Það er á þess að það hlutverk að einangra stýrirásina frá kraftrásinni, það er fyrsta vers, og í öðru lagi að þá eru til þess að búa til nægilega sterkan púls fyrir stærri týristora. Ok, þannig að þetta og það er alveg sama hvort að við værum kannski hérna með þessum með örgjörvarás í staðin fyrir þetta unit allt saman og við kunum skynja núllið og bera það saman og forrita einhverja
stýringu þannig að eftir einhvern ákveðin tíma í forritinu þá eigum við að gefa púls út á einhvern útgang og þá kæmi það líka inn á transistor til þess að magna merki í gegnum púlspennu. Við myndum hafa mjög svipaða aðferð við það í sjálfu sér, nema bara það væri í forriti, en hérna þetta allt gert þess að með rafeinda íhlutum, skiljið. Þetta allt með svona hliðrænum íhlutum, þess að analóg rás. En þetta er líka leyst með digital rás. Okay. Þannig að við skulum skoða hvað við eigum að gera hérna í þessu. Hér erum við með dæmi 22, 17, 18, 19, 20. Við getum skoðað það eins. Skoðum þessi dæmi hérna og það er hérna 22 einhverstaðar hérna. Hérna höfum við, já, þetta er þetta ekki bara upprifun? Sjá, hvað er þetta? Já, hérna 22, já. Er þetta úr fyrri bókinni? Svo það. Skoðum þetta aðeins. Já. Þetta er á blaðsíðu 92, þetta dæmi 22 hérna. Og til þess að reikna út spennuna yfir álagið, þá þegar við vorum með hérna svona rás með tveimur týristórum á móti tveim díóðum, þá notum við þessa formúlu hérna. U með rótina 2 sem U deilt með pi sinnum svíin 1 pluss kósinus á opnunarhorninu. En ef við værum með alla týristóruna stýrða þá væri gildir hinn formúla hérna til hliðar. En þannig að í þessu dæmi hérna sem við erum að reikna út, hérna 22, þá notum við þessa formúlu hérna með saman sem 3 sinnum rótina 2 sinnum U deilt með pi mínus 1,4 ef við tökum tillit til spennufalls yfir díóðu og annars sleppum við því. Það vantar bara samansemmerki hérna aðeins í þetta blað, en ég held að sé búið að leiðrétta á öðrum formblöðum. Þannig að þá er það þetta hérna sem við notum til þess að reikna út. Og sjáum við hérna að þá setjum við það inn í þessa formúlu hér. Ok, B-liðurinn, þá er spurt hvaða díóður á mynd 360 eru leiðandi á tímabilinu T til T2. Á þessari mynd hérna T1 til T2 og tilgreina tímabili sem hver díóða leiðir. Og þannig á þessu tímabili þá er L1 með jákvæða spennu, þá fer straumurinn gegnum D1 og þá getum við sagt að D1 er leiðandi allavega hérna frá og hingað á allan tíman milli T1 og T2 og með henni eru, við sjáum L2 er neikvæður hérna fyrst, með henni er þá L2, þá dregst straumurinn í gegnum D5. Þá er það með D5 og síðan tekur við að L3 hann verður neikvæðari að T2 og þá fer það gegnum D6, já. Þannig að það er D5 hérna frá hingað og D6 hérna frá hingað og D1 er allan tíman. Þannig
getum við allavega sagt að þetta sé á þessu tímabili. Dæmi 17, blaðsíðu 42. Hve há spenna í punkti 5 á mynd 5.18? Ok, mynd 5.18. Það í bókinni á blaðsíðu 22, já. Þá þetta hérna pinni 5. Dæmi 17, A-liður, hvaða spenna hérna í pinna 5. Þetta spennufallið yfir díóðu. Það annars vegar pluss 0,7 volt og hins vegar mínus 0,7 volt. Það verður aldrei hærri spenna hérna yfir því að við fellum spennuna yfir 220 kΩ mótstöðu hérna, þannig að restin fer yfir þá mótstöðu af spennufallinu. Þannig að það bara svarið að A-lið 0,7 volt annars vegar og mínus 0,7 volt. Og í B-lið þá spurt hve mikinn straum fer díóðurnar D3 og D4 og þá fyrst finnum við út hérna hvað spennan getur orðið há þarna. Og þetta líklega 0,45 milliampere ef við tökum tillit til hérna bara notum stærðina á þessu viðnámi og spennuna sem við fáum út úr þessu, því að við erum bara með þeir skulum sjá eina díóðu einu, þannig að ég hugsa að þetta verði straumurinn. Það hægt að skoða þetta þetta mæla þetta sjálfsagt líka. Að þá myndum við sjá, sem sagt á sveiflu spennufallið við díóðnar þetta bláa lína, blái ferillinn. Hitti bara spennan inn, sem sagt, rauði ferillinn. Tek hana hérna fyrir framan, bara riðspennuna frá gegnum einhvern straummæli held ég hérna. En við getum skoðað hérna hvað straumurinn á þessum mæli hérna. Já, hann 0,4 reyndar 0,47 milliampere stendur hérna á mælinum. Og ég hérna, hvar vorum við með þetta hérna? Ef við reknum þetta bara svona einfaldlega út, þá erum við 0,45 milliampere, þannig að þetta mjög nálægt lagi. Já, það væri betra kannski að gera það. Við fengjum þá jafnvel bara lægri straum heldur en þetta. Já, við þurfum alltaf að meta það þegar við erum konið með þetta háa spennu, hvort að þetta díóðu spennufall skiptir svo miklu máli Já. Þannig að hérna svona lítur þá spennan út yfir innganginn. Pinna 5, það blái ferillinn og það ýmist sem sagt pluss 0,7 volt eða mínus 0,7 volt. Ok. Þá það næsta spurning þarna. Við ætlum að taka þarna 18 var það ekki næst.
Já. Átján og hver mikill meðalstraumur fer R1 á mynd 518 þá? Það er þá sko R1, það er þetta viðnám hérna. Við erum með á því. Og hérna erum við með eina díóðu, þess vegna notum við formúluna U sinnum 0,9 deilt með 2 og fá 99 volt út úr sem sagt það er meðalgildið út úr hálfu eða út úr hérna virkagildi ritspennunnar sem sagt það er meðalgildið er 90% af virkagildinu og af því að við erum bara með eina díóðu og þá deilum við með 2 við erum bara með þetta í annarkvært skipti sko. Þess vegna erum við bara með 99 volt og svo draugum við frá 99 voltunum það er sennispenna díóðunar D2 sem er 15 volt kemur það ekki fram í dæminu einhvers staðar? Jú, sennispennan yfir D2 er 15 volt stendur í dæminu og þess vegna draugum það frá og draugum svo líka spennufallið yfir D1 frá til þess að reyna að vera nákvæmir í þessu. Þannig að þá fáum við 8,33 milliampere og ef að við prófum að skoða þetta sé ekki hérna einhvers staðar það er hvað er spurt hérna í 19 það er hérna hve mikið er hægt að breyta spennunni í punkti 11 á mynd 520 vinnuspenna í sigrásarinnar er 15 volt sko stýrispennan hérna 11 inn á pinna 11 það, ég einfaldaði teikninguna þannig að spennumælirinn hérna hann er tengdur eins og spennan sem kemur inn á pinna 11 þannig að efri hlutin hérna er þá pinni 11 og mínusinn náttúrulega hérna á spennukjáfanum við jörðina hér stillanlega mótstaðan R2 hérna, hún er 10 kΩ og fasta viðnámið 4,7 kΩ við sjáum þetta hérna það er hérna 4,7 kΩ hérna og 10 kΩ sjáu þetta ekki hérna á myndinni það er hérna já, þannig að þá finnum við bara fyrst út þennan straum hérna út frá 15 voltunum og heildar viðnáminu sem er þá 14,7 kΩ finnum heildarstraumin hérna í gegnum rásina sem er þá 1,02 milliampere og af því að við vitum þá straumin hérna í gegnum R2 þá getum við fundið út spennufallið þá er það bara straumur sinnum viðnám það er straumur hérna 1,02 milliampere sinnum 10 kΩ þá fáum við hæstu spennuna hérna 10,2 volt inn á pinna 11 þannig að við getum stjórnað spennuna af því að R2 er stillanleg mótstaða þá getum við stýrt spennunni frá 0 voltum upp í 10,2 volt allir sáttu við það ok og þá er það dæmi 20 allir komnir með þetta ok
dæmi 20. Hvernig spennan yfir álega mynd 520 tekna mynd, og þá ætti hún að líta út það bil svona, að vísu kannski getum við ekki fengið stýripúlsinn svona snemma eins og sýnt hérna þessi spenna á myndinni, en þetta mjög svipað þess að við fáum bara sem sagt hálfbylgju inn á álagið. Það beðum það. Og svo hve mikið hægt að breyta spennunni yfir álagið á mynd 520 í voltum til greina hæsta og lægsta gildi, og við reiknum þá með spennunni frá fasa 230 volt milli fasa 0, og þá gerum við það svona að af því að við erum með bara svona hálfbylgju, við erum bara með þetta í annarkvært skipti, þá erum við að deila með tveimur líka hérna í þessari formúlu, og ef að við værum með alveg ideal rás, þá hérna segjum við það, já, mesta spenna sem við getum hugsanlega fengið út það ef við værum með opnunarhornið í 0 gráðum, og við getum í rauninni sett það hérna inn, og þá segjum við að rótina 2 sinnum virkagildið sem 230 volt, og deilum með 2 sinnum pi, við deilum með 2 vegna þess að við erum með bara hálfbylgjuna. Við myndum ekki deila með 2 ef við værum með aftur hérna bara 4 díóður eða heila brú, sko. Þannig en við verðum að deila með 2 af því að rásin svona hjá okkur, bara 1 týristor, og sinusvígin 1 pluss kosinus af 0. Þá fáum við hérna 103,5 volt fræðilega hæsta spennan í þessu, og hins vegar ef við erum með stýripúlsin við 180 gráður, þá erum við með 0. Ef við fáum stýripúlsin hérna bara alveg í lokin, þá erum við ekki með neina spennu. Þið skiljið. Nú ef við værum með einhverja annað opnunarhorn eins og 90 gráður, þá fengjum við allt aðra spennu hérna á milli 0 og 103,5 volt á þessu, ef við fengjum púls einhvers staðar annars staðar. En þetta sem sagt hæsta gildi og lægsta gildi sem við beðum. Þá skulum við taka smá hlé eins og við vorum að biðja Yfir dæmi 15 og 16, í 15a þá spurt af hverju þarf að þreif eftir 0 gildi reiðspennunar í stýrirásum týristóra, og við þurfum að hafa sagt, tíma viðmið hvenær sagatalaspennan núllast og byrjar að vaksa, og það verður að gera það þegar að spennan fyrir gegnum 0 punktinn, til þess að gefa alltaf reglulega stýripúls á hérna sama opnunarhorni, annars færi ljósið eða álagið að flökta í spennu. Annars væri við með þetta bara flökt fram og tilbaka. Ef við værum ekki með nullið fast sem viðmið, þá myndum við bara fá einhver tíman stýrpúls inn á stýrskött. Þannig að þetta tíma viðmið, þetta núllgildi fyrir þessa rás, sko, fyrir mynd 518, við getum haft mynd 18 hérna til hliðsjónar. Og hvernig þetta gert á mynd 518? Þetta gert með 2 díóðum að þreifa eftir núllgildi reiðspennunar. Það raunin það sem við fórum yfir áðan. Það tengt gegnum fallmótstöðu frá fasa L1, 220 volta spennu,
og þannig að hérna fallmótstaðan er það náttúrulega til þess að við fáum ekki ómikinn straum í gegnum díóðurnar, en núllskynjunin fer fram sem sagt með því að fylgjast með reiðspennunni hérna inn á pinna 5 hvenær hún fer í gegnum núllpunktinn. Og þá vorum við þarna áðan með mynd af spennunni sem kom hérna inn á 5. Það var rauninni pluss 0,7 volt annars vegar og mínus 0,7 volt hins vegar. Og þetta er þá gert með þessum tveimur díóðum hérna, D3 og D4. Það getum bætt í hérna við D3 og D4 svo að það fari ekkert á milli mála. Svona, þá erum við búin að svara 15a. Engar spurningar varðandi þetta er eitthvað sem alveg nýbúin að fara yfir. Og síðan í B-lið þá er sagt í punkti 11 á mynd 5.18. Punktur 11, það er pinni 11 hérna, er jafnspennugildi sem við getum breytt með mótstöðunni erfafeinum. Það er þessi mótstöði hérna, erfafein. Og síðan í punkti 15 kemur stýripúls það frá Ísjárssoni. Tíðrými stýripúlsins er í línulegu samhengi við stærð spennunnar í punkti 11. Hvernig er þetta framkvæmt? Og við getum haft þá mynd 5.17 til hliðsjónar og við getum skellt henni hérna. Við erum að bera saman stýrispennu við sagatannaspennu og þá getum við fengið línulegt samhengi tíma stýripúlsins og stýrispennunar. Þannig að við fáum lengri tíma eftir því sem að spennan er hærri. Þeim minna ljós náttúrulega kemur. En við skulum skoða þetta hérna, mynd 5.17, það var hérna framalega í bókinni. 5.17, já, það var þessi samanburðarmyndin hérna. Já. Að með samanburði á stýrispennu við sagatannaspennu, sem sagt stýrispennan hérna, beina línan við sagatannaspennu hérna sem lítur út eins og tönn á sög, þá er hægt að fá línulegt samhengi tíma stýripúls og stýrispennunar. Það þýðir það að tíminn er lengri frá núllinu eftir því sem að spennan er hærri. Það er í rauninni má segja rétt hlutfall, ekki sammála því? Já. Við fáum lengri tíma hærri spennu. Það hefur bara verið að spyrja þetta, bara til þess að þið áttu ykkur á því hvað að vera að tala um þetta. Stýrispennan og sagaspennan fara inn á samanburðar rás og þegar þeir mætast þá kemur púls á pinna 15 fyrir jákvæðan reiðhluta og pinna 14 fyrir neikvæðan reiðhluta og það sjáum við líka á þessari mynd hérna. Þegar spennan er jákvæð þá kemur púlsinn hérna á pinna 15 og þegar spennan er neikvæð þá kemur aftur sagatannaspenna og kemur púls vegna þess að hún mætir líka stýrispennunni. En þá kemur púls út á pinna 14 þegar spennan er neikvæð. Þess vegna getum við bæði stýrt brúnni þegar við erum með bæði jákvæðan og neikvæðan reiðhluta. Nú síðan í 16. dæmi 16. þá skulum við klára þetta frá hérna. Hvert er hlutverk transistorsins á mynd 5.19? Hvernig virkar hann? 5.19. Hérna, mynd 5.19. Sem sagt, hlutverk þessa NPN bipólartransistorsins, hérna, þessa hér, er að magna straum og gefa týristórnum hérna stýripúls á stýriskautið þegar hann fær púlsinn á base hérna frá pinna 15. Þið sjáu ég rekjum þetta hérna áfram, þá endur við hérna inn á pinna 15 og
Tyrsia 785. 15 gefur okkur hérna inn á beisin í gegnum 220 ohm mótstæði hérna og þá eru í rauninni bara að magna upp sem sagt þetta merki sem að kemur frá pinna 15 því að IC-rásin hún ekki fær það að senda nógu háan púls fyrir týristórin. Þess vegna þurfum að magna upp með þessum transistor. Svo þá byrjar týristórin að leiða þangað til að spennan fer aftur í gegnum núlpunktinn. Þegar við sjáum það að L1 tengist bara hérna og hérna værum við bara með stýrða hálfbylgju afreiðun má segja, ekki satt. Og við erum í ýmis hugtök í þessu. Við erum með stýrða hálfbylgju afreiðun og ef við erum bara með eitt týristor, ef við erum með brú, sem sagt 2 týristora og 2 díóður, þá erum við með hálfstýrða heilbylgju afreiðun. Ef við skoðum býtum nú við, ég var með hérna formúlublaðið, það getur verið ég hefði slökkt á því en ok, við skulum hérna ekki blanda þessu saman. Tökum B-liðin hérna, púlsspennirinn, það er spurt hérna í 16 hvert hlutverk púlsspennisins á mynd 520 og hvernig virkar hann? Sjá, skulum taka þessa mynd hérna. Þetta 520 sem að nú er í gangi hérna. Sem sagt, hann púlsspennurinn, hann hefur það hlutverk að eins og ég sagði áðan einangra stýrirásina frá kraftrásinni með 2 aðskildum vöfum. Við sjáum það eru 2 vöf hérna í púlsspennunum. Hann hérna fyrir ofan þennan transistor hérna og hann hefur líka það hlutverk að gefa öflugri púls inn á stærri týristóra. Þegar dugur ekki að magna bara upp með venjulegum transistor, þá þurfum við svona púlsspenni. Og hann sem sagt púlsspennurinn, hann yfirfærir púls sem hann fær inn á forvafið. Hérna fáum púlsinn hérna inn á beisinn frá IC-rásinni, pinna 15 hérna, opna fyrir transistorinn. Transistorinn dregur strauminn í gegnum forvafið og hann yfirfærir púlsinn yfir á eftirvafið með segulsviðsbreytingu í kjarna við skyndilegan strömpúls í forvafi. Að þá yfirfærist það með segulsviði yfir á eftirvafið þannig að við fáum púls sem að nýtist okkur inn á stýriskautið á týristónum og til þess að það fari bara hérna í ákveða spenna þá er þessi díóða hérna í eftirvafinu höfð og þetta 2,2 km viðnám það passar að púlsinn verði ekki of stór heldur hæfilegur fyrir stýriskautið. En þetta var nú ekki inn í spurningunni en bara auka vitneskja varðandi þessa rás hérna. Ok, já, alltaf. Síðan er hvað? Dæmi 20 og já 21 líka inn í þessu. Já, 21. Þá hérna er að teikna stýrða afreiðunarrás sem notar stýrirásina á mynd 521 og sína hvernig hún tengist stýrirásinni. Já, svona. Og ég var búinn að
fara aðeins í þá mynd áðan, en það er rauninni bara það er mynd hérna 521, þar sem við erum með 2 púlsspenna og síðan erum við með hálfstýrða heilbylgju afreiðisbrú sem að við tengjum inn á snúðrás mótors, jafnströmsmótors, og við erum með fasta segulmögnun á honum og eru þá allir búin að átta sig á þessu svari hérna. Skulum við skoða hérna 21 aftur. Það er þetta hérna. Það er dæmi 21. Teiknaðu stýrða afreiðunar rás. Þetta er hálfstýrð afreiðunar rás. Þessi hérna. Af því það er bara 2 hlutir í henni stýrir. Ef að allir íhlutirnir, ef að þessar díóður væri ekki heldur týrstóra líka, þá er þetta kallað heilstýrð, heilbylgju afreiðun, en þetta er hálfstýrð heilbylgju afreiðun og það eru mismunandi formúlur sem eru notaðar við þessar rásir til þess að reikna út spennuna og við fáum mismunandi spennu út. Já, ef við erum með hálfstýrða rás þá fáum við spennu frá 0 og upp í ákveðna spennu. Ef við erum með heilstýrða rás þá getum við verið með 0 í spennunni út og við getum verið með neikvæða spennu sem við nýtum með því að taka inn frá mótornum hemlunarafl. Já. En þetta er við reyndar hemlunarafl í dag, við erum oftast þá að eins og í bílum og farartækjum, þá erum við með 3 fasa mótora og þeir eru að þegar verið að hemla, þá eru þeir að framleiða 3 fasa reiðspennu og við erum að afreiða hana og setja það inn á hleðslu og geymum tilbaka. Þannig að það er ekki orðið jafnstraumur í þeim hluta, en hins vegar í rafmagnsspilkerfum, þegar við komum með 3 fasa brýr, þá erum við að framkvæma þetta. Við erum að taka hemlunaraflið tilbaka í gegnum 3 fasa brú. Ok, þetta var 21. Hérna eigum við svo ekki bara rétt í lokin að rétt rifja upp helstu atriði varðandi týristorinn í mælingaverkefni 13 til að vera ferskir í því fyrir næsta fyrsta prófið sem að verður á föstudaginn í næstu viku. Já, en við verðum með einn verklegan tíma fyrir tíma og við höldum það áfram í að gera mælingar á þessari ISI-rás í verkefni 14, en efnið er úr verkefni 11 og 13. Þannig að við vorum í 13 fyrst, þá vorum við að mæla spennu á stýriskautinu og stýristraum þegar hann opnaði og svo fórum við aðeins í það að lýsa því hvernig að sjálfheldan virkaði í honum. Það við fengum stýristraum inn á gate, þá opnaði T2 og dró stýristraum í gegnum beisinn á T1 efri og þeir héldu hvor öðrum opnum. Þannig að T1 hann tók strauminn inn á beisinn á neðri og hélt honum í gangi og T2 hélt áfram að halda T1 opnum milli emitter og beis. Þannig að
Þetta var kölluð kannski, já, sjálfhelda eða haldstraumur, og ef að haldstraumurinn fór niður fyrir ákveðið ef straumurinn fór niður fyrir ákveðið mark sem að var kallaður lægsta gildið á straumurinn sem að hélt honum í gangi, hann kallaður sem sagt haldstraumur, að þá hætti hann að leiða, og það var mælt með þessari aðferð hérna. Það var bara viðnámið og aukið þangað til að hann hætti allt í einu að leiða, og sá straumur sem að við sáum síðast á mælinum, hann kallaður haldstraumur týrstórsins. Og síðan hvernig við fórum að því að rjúfa rásina, sem sagt við getum rofið rásina, sem sagt þegar við erum með týrstóri jafnstraumsrás, þá þetta vandamál að rjúfa, láta hann hætta að leiða. Þá getum við rofið hann með þessari aðferð hérna, að taka straumin af anóðunni. Það fyrsta aðferðin. Önnur aðferðin að skammhleypa yfir hann, sem sagt að taka út sjálfhelduna inn í honum, þannig að straumurinn fari niður fyrir strauminn og allur straumurinn fari hérna framhjá gegnum rofan. En það sama vandamál með þennan rofa hérna, hann verður að rjúfa allan jafnstrauminn. Og hins vegar þetta lausnin að nota rás með slökkvi týristor og þétti, þannig að við sendum hleðslu á þétti öfugt yfir aðaltýristorinn til dæmis, og þá umpólum við hann þannig að straumurinn fer niður fyrir haldstrauminn og hann lokast. Þannig að hérna síðan getum við ræst hann aftur með þessi einum, og þá lokum við aftur á móti slökkvitýristornum með hleðslu á þéttinum. Þetta vorum bara að fara í gegnum í æfingunni. Það aðalega þessar aðferðir, og síðan mæling á týristorum, hvernig hérna týristórar geta verið bilaðir, þeir eru annað leiða fullt í báðar áttir eða eru alveg rofnir. Þannig erum við aðalega að fá niðurstöður í þessa týristóra. Ok, ég held að hérna annars í verkefni 11, og þá þetta sem sagt, það spennustýringin náttúrulega. Það verður kannski hugsanlega eitthvað dæmi í sambandi við spennustýringuna sem gæti komið. Voltage regulator, og hún þurfti ákveðna spennu yfir sig til þess að geta unnið oft það bil 2 volt frá spennunni út og spennunni inn, og fyrir framan hana var allt oft hérna gáruspenna, og spennan fyrir framan hana mátti ekki vera lægsti punktur á gáruspennunni mátti þá ekki vera minna en 2 voltum hærri heldur en útgangsspennan. Þannig að þið hafið það í huga þegar þið reiknið þetta dæmi. Og síðan bara að reikna út dæmin hérna í 3 fasa afreiðinni sem í bókinni, æfi ykkur á því. Þá segjum við þetta gott í dag, það ekki? Ég þarf að leiðrétta